Komið þið sæl og velkomin í landsbyggðir. Ferðaþjónustan sú atvinnugrein sem vaxið hefur hver hraðast á undanförnum árum. Við ætlum næsta hálftíman að beina kastljósinu sérstaklega að Norðurlandi eystra. Arnheiður S. Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands og Reinhard Reynisson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga eru komin hingað. Síðan ætlum við að fá fréttaskýringu þar sem að varpað verður upp nokkrum hagtölum ferðaþjónustuna á Norðurlandi eystra og þá ræðum við fulltrúa ferðamálastofu. Ef við byrjum á þér fyrst, Arnheiður, hversu stór ferðaþjónustun á Norðurlandi eystra? Hægt að kasta einhverju tölu á það? Já, það erfitt að kasta öruggri tölu á það vegna þess að þetta atvinnugrein sem í mjög hraðri þróun og mjög vaxandi, en við getum kannski kasta fram tölunni 400 fyrirtæki og stór hluti af þeim eru mjög litlir gististaðir, kannski 1-2 starfsmenn á ársgrundvelli. Þannig að þetta sko, já, mjög svona, það eru mörg fyrirtæki, en það ekki mörg stór fyrirtæki. Ég myndi segja kannski 80% af fyrirtækjum í greininni eru lítil, mjög lítil. Það eitthvað sem einkennir Norðurland eystra eða þetta svona hringinn í kringum landið? Þetta svona hringinn í kringum landið og það í rauninni stóru fyrirtækin eru langflest í Reykjavík. Síðan hérna hringinn í kringum landið þetta byggt upp á smærri aðilum, frumkvölum, oft bændum sem að búa til einhver aukabúgrein hjá sér og fara í ferðaþjónustuna eða bara fólki sem hefur starfað í ferðaþjónustu og hefur áhuga á að gera eitthvað sjálft. Og síðan erum við þá kannski með, já, ég veit ekki, 10-20 stór fyrirtæki sem eru að svona draga vagnin. Reinhard, ef við horfum á Þingasýsluna, já, þetta orðin nokkuð stór atvinnugrein á þínu svæði. Já, hún orðin mjög stór og ég hugsa að við erum að tala samhengið sko Norðurland eystra, þá hugsa ég nú svona í söðu Þingeyjarsýslunni ferðaþjónustan svona hlutfallslega einna stærst ef við tökum þetta svona í hlutfalli við atvinnulíf á öðrum svæðum hérna, þannig að það fer ekki hjá því. Þetta sagan sterk í Mývatnssveit en í raun og veru Húsavík komið mjög sterk inn núna seinni árin og sérstaklega byggt á hvalaskoðuninni. Svo það nýjasta nýtt, það eru sjóböðin rétt hjá Húsavík? Já, þau eru þetta bara viðbót við þessa þróun sem hefur verið og það nú svo sem verið horft að það í dálítinn tíma að Húsavík hefur kannski vantað meiri breidd í afþreyinguna heldur en hvalaskoðun ein og sér getur veitt. Hún þetta ástíðabundin með vissum hætti þó að stoppið sé orðið verulega stutt með það sem var en sjóböðin eru sannarlega að koma mjög sterk inn og við sjáum það bara mjög skýrt að þau eru að draga að og gististaðir og aðri þjónustaðilar eru finna mjög fyrir því að þau draga að. Ferðaþjónustan tala stundum segla, hversu öflug fyrirtækin eru og draga til sín ferðamenn. Sjóböðin, þetta nýtt fyrirtæki en einnig stærsti segullinn á svæðinu í dag. Já, hann það. Og sjóböðin koma mjög sterk inn og mjög hratt inn á markað, en þetta mjög myndrænt fyrirtæki og þú bara getur ekki opnað samfélagsmiðla að sjá myndir sem eru teknar hann út Skjálfandaflóann með útsýni úr sjóböðunum, þannig að þetta skiptir miklu máli til þess að bara kynna ferðaþjónustuna að hafa svona sterka segla. Og við erum með marga segla á svæðinu, frábæra segla bæði náttúruperlur og síðan fyrirtæki sem hafa verið byggð upp, en við erum alltaf að berjast við að hafa aðgengi að þessum seglum. Það kannski okkar svona stóra áskorun. Það eru fjölmörgu fyrirtæki á svæðinu sem eru beint í ferðaþjónustu, en þessi grein hún skapar mörg afleidd störf, Reinhard. Já, þetta gerir hún það. Þetta auðvitað, við getum sagt að þetta í sjálfu sér útflutningsgrein, þannig laga. Hún að þjónusta, hvað maður segja, ekki endilega bara þá sem búa á svæðinu, heldur fyrst og fremst þá sem að koma sem gestir og þar leiðandi hún að búa til margveldisáhrif. Og það þetta alveg ljóst, hún gerir það, en það líka annað sem að kannski ferðaþjónustan gerir mörgu leyti umfram margar aðra greinar og hún í raun og veru, hvað maður segja, hún svona hríslast inn í miklu fleiri atvinnugreinar heldur en ef þú tekur einhverja aðra atvinnugrein og ætlar að skoða áhrifin tilbaka og það meðal annars bara í nýútkominni viðhorfskönnun íbúa á mismunandi stöðum á landinu, þar meðal Húsavík til ferðaþjónustuna. Þá kemur það mjög skýrt fram líka að ferðaþjónustan að auka svona þessi daglegu lífsgæði íbúana alveg gríðarlega í ýmsum þjónustuþáttum, veitingastarfsemi,
Nú af því við vorum að tala sjóböðin, það auðvitað gríðarlega bara lífskjara eða lífsgæða bót á Húsavíkursvæðinu að hafa fengið þetta fyrirtæki sem að auðvitað hefði aldrei komið fyrir Húsvíkinga eina sér, heldur einmitt út af ferðaþjónustunni. Og já, því við erum svona að tala einhvern heildarsamhengi þá náttúrulega verðum við auðvitað að nefna, já ég held sko næsta stóra málið okkar á svæðinu sem að raunverulega opnun sko Demarsringsins með tilkomu Dettifossvegarins og hérna vonandi þetta heilsárs þjónustu á þeirri leið. Það þetta mun hjálpa okkur líka að gera þessa atvinnugrein enn sterkari og ég held að það sem hann vanti kannski fyrst og fremst til þess að ná fullum styrk að svona við náum að minnka árstíðasveifluna, að það sé hægt að stóla meira á hana sem heilsárs tekjugrunn fyrir bæði þetta fólk og fyrirtæki. Hvernig sú staða að árstíðasveiflurnar þær eru mjög, eða hafa verið mjög miklar? Já, þær eru það ennþá, mjög miklar hérna hjá okkur fyrir norðan. Við erum búin að vera að sjá samt lengingu á haustinu, þar að segja að við erum að sjá ferðaþjónustu nokkuð öfluga út október, þannig að það er orðin betri staða heldur en fyrir bara 3-4 árum síðan og við erum alltaf að vinna að því að reyna að lengja þennan tíma en ennþá það þá þannig að það eru allt of mörg fyrirtæki sem að berjast við að halda út í rekstri í 4-5 mánuði en þurfa síðan að loka. Og þetta hafa áhrifin núna að falli váer verið þau að það eru fleiri fyrirtæki að skoða lokun í vetur heldur en við séð undanfarin ár. Þannig að þetta okkar stóra mál, það að laga árstíðasveifluna en það auðvitað snýra að samgöngum og aðgengi einmitt að náttúruperlum eins og Reinhard nefni hérna, Diamantsringinn sem að við erum einmitt að fara að setja allt í gang við að markaðsetja almennilega núna því að vegurinn á að klárast næsta vor. Þannig að það verði hægt að keyra þennan hring sem að hefur verið erfitt að markaðsetja almennilega undanfarin ár. En það hins vegar ekkert gert ráð fyrir snjómokstri að Dettifossi og ennþá hægt að keyra þar en það nú ansi svona þungvært, svo ekki sem meira sagt, og leið að byrja að snjóa þá bara lokast þessi perla okkar sem að auðvitað hefur það áhrif að menn hætta við að fara norður. Þið eru nú búin að fagna oftar en einu sinni og oftar en tvisvar örugglega að það sé að fást fjármagni í ýmsa vegagerð en svo allt blásið af. Já, ef ekki bara að sko vera jákvæð samt í málinu og segja sko við höfum fagnað einstökum áföngum sem hafa náðst. Þetta búið að vera löng ganga satt að segja að komast alla leið en þetta þó að gerast og það reyndar önnur löng ganga sem ennþá lengri hringur sem sko norðausturhornið og þar eru sem betur fyrir líka að gerast hlutir sem skipta máli. Það að segja vegagerð Langanesströndina og Brekknaheiðina svona á komandi árum, trúum við núna, það sé ekki áratugum heldur nokkrum árum að það lokist, sá hringur. Og þá erum við þetta líka að efla þetta svæði, þannig að ég held að talandi sko samhengið og aðgengið í millilandaflugi og öðru, þá þetta með því að ná virkni í beint flug hér inn á þennan landsluta, þá erum við þetta líka að gera það að verkum að það miklu auðveldara að fara víðar þá landslutan heldur en ef að þú ert að taka það ferðalag frá Keflavík og norður, þá hefur það auðvitað takmarkandi áhrif á það hversu víða þú ferð hér fyrir norðan. Þannig ég held að þetta spili mjög vel saman að ná beinu millilandatengingunni hér inn í gegnum Akureyri fyrir landslutan allan að eiga möguleika á lengri vertíð, ef svo má segja. Millilandaflugið, við erum komin í stóru málin, getum við sagt, hvernig sérð þú næstu árin fyrir þér verður komið á millilandaflugi? Ef að stjórnvöld taka þá ákvörðun að við ætlum að byggja hér upp millilandaflugvöll, þá náum við hér inn millilandaflugi, ég sannfærð það, en eins og staðan núna hefur svo ákvörðun ekki verið tekin að þetta sé millilandaflugvöllur. Við erum auðvitað að fagna því núna að það sé komin heimild til fjárveitingar vegna byggingar flugstöðar á Akureyri sem algjör grundvallarforsenda fyrir að við getum haldið áfram að markaðsetja hann sem millilandavöll. En við höfum eftir að sjá þessa byggingu rísa og þannig að við fögnum hverju skrefi eins og Reinhard segir en svona erum aðeins rólega með það. Og við höfum ekki séð ennþá þessa áherslu sem þarf að vera vegna þess að við náum ekki inn millilandaflugi bara að því bara, þá þarf að setja fjármagn í það. Og það þarf að markaðsetja það krafti vegna þess að millilandaflug Akureyrarflugvöll ekki í samkeppni við Keflavíkurflugvöll, heldur í samkeppni við alla flugvöllina í Evrópu og í Bandaríkjunum líka. Þannig að við þurfum að setja kraft í verkefni ef við ætlum að ná árangri. En þar sem við sjáum hins vegar að þessi módel sem að Superbreak og Foytravel hafa verið með, það að segja ferðaskrifstofur sem að setja upp flug, þau að ganga frábærlega. Nýtingin góð og áhugin mjög mikill. Þannig að við vonumst til þess að ná inn fleiri svoleiðisverkefnum og það aftur byggir undir áhuga stærri félaga til þess að sem að kæmi þá inn með reglulegt
En að byggja upp ferðaþjónustuna, hvað segja svona almennt fjárfestar, þetta kostar allt saman mikla peninga en langflestir ferðamenn eru á suðvesturhorninu sem að kannski fælir fjárfestastundum frá því að setja fjármuni í einhverja uppbyggingu. Já, ég held að það sé óhætt að segja að árstíðasveiflan okkar fælir svolítið fjárfestas frá. Þeir skoða og þeir hafa áhuga en það er erfitt að sjá tölur þar sem að það dettur allt í dúnalogn, ef svo má segja, yfir 5-6 mánuði ársins. Þannig að það er í rauninni alltaf hvort kemur undan hænan eða ekki, stóru fjárfestingarnar sem að byggja síðan eftirspurnina eða þar á eftirspurnina verða að koma fyrst. En það er auðvitað, við erum auðvitað að sjá fjárfestingarverkefni hérna en við myndum vilja sjá miklu meira af þeim og miklu stærri hugmyndir. Sjóböðin eru gott dæmi verkefni sem að fjárfestar lögðu í. Já, og menn kannski þessi hugmynd var búin að vera lengi, skulum við segja, í gerjun en það verður ekki af henni fyrir að menn sjá, hvað við segja, forsenduna fyrir henni. Og ég held að við erum að tala hér opinbera stefnumörkun annars vegar og ákvarðanir fjárfesta hins vegar. Þá þetta kannski þannig að það er ekki endilega víst að annað komi á undan hinu endilega í heilu lagi. Ég held að þetta sé miklu frekar svona ferðalagi í skrefum og það sé einhver sýn sköpuð á hvert framtíðin er að stefna og þar held ég að sé alveg stór atriði að hið opinbera einmitt hafi skýra stefnu í því hvort að það eigi að byggja upp fleiri möguleika til millilandaflugs á Íslandi heldur en bara í Keflavík. Þannig að það hefur auðvitað grundvallar áhrif á bara samkeppnisstöðu þessar atvinnugreinar vítt og breitt landinu og ekki bara þessar atvinnugreinar, heldur líka bara samkeppnisstöðu atvinnulífsins heilt yfir og varðandi það að laða til sín fólk vera ásættanlegur búsetukostur. Við þekkjum alveg hérna fyrir norðan og austan að það er í raun og veru stærsti eiginlega kostnaðarliðurinn og mesta fyrirhöfnin við að ferðast til Evrópu, það er að komast af þessu svæði og suður til Keflavíkur. Það er miklu minna mál að fara þaðan og svo áfram út í heim. En hvað sýnist þér svona almennt og hvernig þróunin hefur verið svona í gegnum tíðina með samvinnu þá fyrirtækja á svæðinu? Eru svona allir á móti öllum eða er samvinnan aukast? Kannski en einhver annar betur hérna í settinu til þess fallin að svara þessu en ég. En auðvitað er það bara í þessari atvinnugrein eins og annar staðar og eins og öðrum svæðum. Fyrirtækin eru út af fyrir sig í samkeppni kúnnan, það er auðvitað alltaf þannig. En ég held að það sé samt að aukast mjög mikið sá skilningur að til þess að ná kúnnanum inn á svæðið okkar, þá þurfum við að standa saman. Og samkeppni kannski byrjar frekar þegar hann er komin hvaðan þá nákvæmlega gerir. En ég held að stóra máli sé að vilji koma hingað og nota benni sem við erum búin að tala komist hingað, geti komist hingað. Arnheiður, þitt hlutverk er meðal annars að fá sem flesta til þess að vinna saman. Er að verða breytingar einhver á? Já, minnst í rauninni, við erum alltaf að fara í rétta átt. Auðvitað er bullandi samkeppni og þannig á það að vera, annars náum við ekki árangri en við erum stærsta svæðið á landinu sem er að starfa saman. Við erum í rauninni að starfa saman undir merkjum Norðurlands þriðjungur af landinu. Og það er ekkert sjálfgefið mál að menn vinni svoleiðis og það þýðir það að menn er að kynna sér, þeir sem eru á norðausturhorninu er að kynna sér hvað er að gerast á Norðurlandi vestra og öfugt. Og þurfa að vera svolítið meðvitaðir það og sjá tækifærin fyrir heildina þó að þeir séu kannski ekki inn í öllum verkefnum að sjá að þeir þurfi samt að starfa af þeim til þess að heildin eflist. Og það skilir sér síðan til síns fyrirtækis. Það er að sjálfsögðu á milli svæðarígur, það er á milli fyrirtækjarígur, það er á milli greina innan greinarinnar en þannig á það líka bara að vera. Menn verða að geta tekist á og síðan staðið saman þegar á þarf að halda. Ferðamönnum sem að koma til landsins núna, þeim hefur fækkað nokkuð. Hvað sýnist og hvernig sýnist ykkur veturinn ætlað verða? Veturinn hefur verið ágætur hingað til, verið bara ágætur núna út á október og í rauninni veðrið spilar alltaf inn í, við hefum haft fína færð þannig að menn eru bara þokkalega ánægðir það sem hafa verið af hausti. En það er svolítil ólga, eða svolítil hræðsla fyrir veturinnum og margir hafa verið að taka vel til í rekstrinum og sem aftur þýðir það að margir er að skoða meiri vetrarlokanir heldur en hafa verið, vilja ekki vera að manna veturinn, þeir sjá ekki fram á mikið að gera, mikið að ferðamönnum. Þannig að þetta er svona, menn eru ótrúlega glaðir eftir þetta ár með allt sem hefur gengið á en þetta snýst í raun það við bara þurfum miklu meira
yfir veturinn heldur en hefur verið. Arnheiður og Reinhard, þakka ykkur fyrir komuna. Við ætlum þessu næst að líta á nokkrar hagfræðilegar staðreyndir ferðaþjónustuna á Norðurlandi eystra og síðan kemur til okkar fulltrúi frá Ferðamálastofu. Ferðaþjónusta á Norðurlandi eystra hefur vaxið á undanförnum árum, rétt eins og víðast hvar á landinu. Samkvæmt tölum Hagstofunnar voru gistinætur á Norðurlandi á hótelum og gistiheimilum 339.000 á síðustu 12 mánuðum en voru 307.000 árið á undan. Gistinóttum hefur semsagt fjölgað 10 af 100 en á landsvísu hefur gistinóttum fækkað lítillega. Akureyri telst vera fjölsóttasti ferðamannastaðurinn á Norðurlandi og þar á eftir koma Mývatnssveit og Húsavík. Samkvæmt mælaborði ferðaþjónustunnar voru erlendir ferðamenn á Akureyri á síðasta ári 540.000 talsins, 520.000 ferðamenn heimsóttu Mývatnssveit og rúmlega 300.000 Húsavík. Þeim til viðbótar eru farþegar skemmtiferðaskipa. Eins og fram kom hjá Arnheiði Jóhannsdóttur fyrir þættinum áætlað að ferðaþjónustu fyrirtæki á Norðurlandi eystra séu 400, flest þeirra smá í sniðum. Á svæðinu eru starfrækt 30 hótel, mörg þeirra eru opin allan ársins hring. Síðustu árin hefur opnartími þeirra sem ekki eru starfrækt allt árið lengst samfara fleiri ferðamönnum. Gistiheimilin eru fjölmörg og aðrir gistimöguleikar njóta vinsælda, svo sem Airbnb. Skemmtiferðaskip setja svip sinn á margar hafnir á Norðurlandi eystra yfir sumartíman. Akureyri er vinsælasta höfnin. Á þessu ári voru skipakomurnar rúmlega 160. Skipin er af ýmsum stærðum, flestir farþegar fara í land og fara gjarnan í skipulagðar skoðunarferðir, til dæmis til Mývatnssveitar. Akureyrarhöfn tilheyrir hafnarsamlagi Norðurlands og ef aðrar hafnir eru meðtaldar eru skipakomurnar rúmlega 200. Grímsey og Hrísey eru í hafnarsamlaginu og skipakomum þar hefur fjölgað á undanförnum árum. Og áfram höldum við að ræða málefni ferðaþjónustunnar á Norðurlandi eystra og hingað er kominn Halldór Arinbjarnarson sem upplýsingastjóri hjá Ferðamálastofu. Halldór, Ferðamálastofa, hvað eru þið svona að sýsla á Norðurlandi eystra ef við tökum það sérstaklega? Já. Sko, Ferðamálastofan er ríkisstofnun sem starfar á landsvísu en hún hins vegar kannski hefur þá ég veit ekki hvað segja, sérstöð, en hún er allavega búin að vera með starfsstöð á Norðurlandi í yfir 20 ár. Þannig að við höfum miklar svona reynslu af því að starfa út á landi og ég held að það sé fyrirkomulag sem hefur gefist mjög vel og mætti alveg skoða á fleiri sviðum að það er sjálfur sér ekkert mál við ríkisstofnanir að starfa á fleiri stöðum á landinu. Þó að séu síðan að sinna síðan landinu í heild, sko. Þannig að við erum alltaf að horfa á allt landið í okkar störfum. Skrifstofan er á Akureyri, hversu stór er hún? Við erum, í dag erum við held í 7 starfsmenn hérna fyrir norðan, svona af 20 manns í heild. Þetta var svona sveiflast alltaf svolítið til og frá. Okkar störfur eru gjarnan auglýst án staðsetningar, þannig að fólk getur starfað svona hvort heldur það. Já, bara svona fyrir eftir hvernig umsóknundar leggjast getur við sagt, hvort á fólk starfar norðan eða sunnan heið og svo hefur við jafnvel verið að auglýsa störf án staðsetningar, þannig að fólk getur verið á Þórshöfn eða Hvammstanga eða hvað sem sko. Ef að þú horfir bara svona niður á ferðaþjónustuna á Norðurlandi eystra, hverjir eru helstu styrkleikar og þá veikleikar? Já, þetta er svona kannski snýra því bara, ef við svona horfum bara á hvern landslutum sig, bara svona hvaða þjónust og hvaða náttúru perlur getur við sagt, eða svona hvaða seglar eru svona í boði á hverjum stað og Norðurlandi eystra auðvitað býr að mjög svona mörguleyti ríkri hefði í ferðaþjónustu. Hér eru svona sterkir seglar sem að hafa mjög svona það er mikil þekking á þeim getur við sagt, bara svona út á við sko og ég held að séum svona engar halla þó við segjum að Mývatnssveit séum svona sá einstæki staður kannski á Norðurlandi eystra sem hefur svona hvað mesta svona stærsti einstæki segulli getur við sagt sko. Þannig og svo náttúrulega býr Norðurlandi eystra því að hafa þennan sterka þjónustukjarna sem að Akureyri og það er þetta klárlega mjög mikil kostur þegar kemur að ferðaþjónustu og svona uppbyggingu hennar og ég held að Norðurlandi eystra sé jafnvel sá landsluti sem að hefur svona hvað mesta möguleika jafnvel á svona vexti ef við horfum aðeins fram í tíma því að hér eru svona mjög sterkir innviðar á mörgum sviðum sem að geta tekið við svona
fleira ferðafólki og svona aukningu í ferðamennsku. Þannig að þú sérð fyrir þér að ferðaþjónustan hún, sem sagt, að innviðirnir þeir séu það öflugir að ferðaþjónustan hún geti tekið við mun fleiri? Já, ég held að það sé ekki spurning, sko. Þú veist, eins og sé, við höfum hér Akureyri með alla þessa, svona, með þessi sterki þjónustukjarni utan höfuðborgarsvæðisins, sko. En Norðurland eystra er ekki sko þannig að segja einsleitt þegar kemur að ferðamálum. Svona megin þungir kannski hverfist í kringum hennan ás sem svona Mývatnssveit, Húsavík, Eyjafjörður. Síðan þegar við færum okkur austur á svæði þá þar svona þar þungir ekki jafn mikill í ferðamennskunni, en þar kannski á móti sko meiri vaxtarmöguleikar og svona kannski meiri gæði í því sem að erlent ferðafólk helst að sækja til Íslands, sem þessi ósnorta náttúra, þessi ró og kyrrð. Og þar kannski einmitt Norðurland, norðaustur hluti landsins sko hvað sterkastu, sko. Þannig að ég held við getum verið býsta bjartsýn fyrir hönd þess svæði, sko. Á undanförnum árum þá hafa Bandaríkjamenn verið langfjölmennasti sem hafa komið til Íslands. Þetta svona að breytast á vissan hátt og Kínverjum að fjölga. Er Norðurland eystra að fá til sín fleiri ferðamenn frá Asíulöndum? Já, þetta einmitt mjög áhugavert að koma inn á þetta, því að það einmitt að tala mismunandi eftir með landsvæðin og hvernig fólk frá ólíkum markaðsvæðum að dreifast. Og það rétt eins og þú segir að ef maður þessar tölur rétt þá vorum við núna í loka október komið með 1,7 milljón ferðamanna til landsins, sem svona það byrð 300.000 manna fækkun frá því í sama tíma fyrra. En af þeim sko 240.000 bara tvö markaðsvæði sem Bandaríkjamenn og Bretar. Og þau einmitt eiga það sameiginlegt að þau eru síður að koma norður heldur en sko fólk frá öðrum landsvæðum. Nei, heimshlutum getum við sagt. Og sterku þjóðirnir hér fyrir norðan og norðaustan, það er Mið- og Suður-Evrópa og síðan Kínverjar eða Asíubúar. Og þetta eru með þau þjóðirnir sem hafa annarkvæmt verið að vaxa eða svona kannski haldið sín í þessari fækkun sem hefur verið á árinu. Þannig að Norðurland og Norðurland eystra hefur komið mitt sko betur kannski út úr þessari, ef við tölum niðursveiflu víðferð, heldur en önnur landsvæði. En hver til dæmis munurinn á eyðslu eða hvað þessir ferðamenn skilja eftir sig, Bandaríkjamenn og Bretar og svo Asíubúarnir? Já, Bandaríkjamenn og Bretar þeir að stoppa styttra, þannig að þeir eru til þess að kaupa sér færri gistinætur. Þeir eru eins og Bandaríkjamenn að eyða býsna miklu per dag, en aftur Suður-Evrópubúar og Mið- og Suður-Evrópubúar, þeir eru að stoppa lengi, þeir eru með lengstu dvalarlengdina og þar að kaupa sér meiri þjónustu, meiri gistingu, fleiri gistinætur, og sama með Asíubúana, þeir eru að eyða býsna miklu. Þannig að þessi þróun svona, getur við sagt, segja aftur, sko, hún hefur ekki verið alslæm mitt fyrir Norðurland. Því að enda ef ég manna þetta rétt, þá voru gistinóttum á Norðurlandi að fjölga frekar en nýtt í sumar, sko. Það hafa verið, settir töluverðir peningar á undanförnum árum í að byggja upp vinsæla ferðamannastaði, sem sagt bæta aðstöðuna. Svona, stæðstu verkefnin á Norðurlandi eystra sem að ráðist hefur verið í? Já, þetta hefur annars verið þá í gegnum Fannargötusjóð ferðamannastaða, sem að styrkja þá svæði á vegum einkaaðila og í umsjón sveitarfélaga, og síðan það sem heitir landsáætlun með uppbyggingu menningarsögulegur minja, og sem eru þá staðir á vegum ríkisins. Og þessi svona stóru staðir, eða þessi stóru verkefni sem hafa verið í gangi hér á Norðurlandi eystra, það Goðafoss. Það eru staðir tengdir Mývatnssveit, Skútustaðir, Gígar, Dimmuborgir og síðan þá í tengslum við Jökulsárgljúfurinn, Dettifoss og Jökulsárgljúfur. Þetta har verið þessi svona stóru verkefni hafa verið tengt þessum stöðum, og það eru þetta ennþá víða sem að þarf að taka til hendin, ekki síst ákveðin staðir í Mývatnssveit þar sem ennþá svona, getum við sagt, svona
já, þarf að taka til hendinni. Þið fylgist með ýmsum þáttum í ferðaþjónustunni. Ferðaþjónustan á Norðurlandi eystra, hún að einhverju leyti svona frábrugðin öðrum svæðum á landinu eða snýst þetta alltaf hið sama að veita þjónustu? Já, þetta svona grunni til það nú sko. Ég held að það sé kannski erfitt að beinlínis að draga fram einhver svona sérkenni hvað það varðar sko, en svona, ég held hins vegar að ferðaþjónustan standi býsna sterkt hvað varðar til þess að svo bara vinnuaflið. Ég held að það sé mörg stöðugra kannski á þessu svæði heldur en annar staðar, þannig að það styrkleiki greinarinnar. Svo líka eitt sem maður má ekki gleyma varðandi Norðurland, að okkur alltaf tapt að horfa bara á erlendu ferðamennina, en þetta innanlandsmarkaðar í gríðarlega mikilvægur og víðast sko mikilvægasti einstæki markaður hvers lands. Og Norðurland stendur mjög sterkt þegar kemur að svona að innlendri ferðamennsku og hefur mjög svona sterka vitund í huga Íslendinga að ferðast norður, koma norður og þar Akureyri held ég svona sterkasti einstæki staðurinn sko. Þannig að við mögum ekki gleyma Íslendingunum sko. En hvað með gæðamálin? Eru mörg fyrirtæki fyrir norðan komin með svona viðurkennda gæðastaðila? Svona heilt yfir, þetta vildum við sjá fyrirtækin stíga fastar til jarðar í þeim efnum sko, og koma og taka svona gæðamálin fastar í tökum. Við erum þetta hér með öflug fyrirtæki í ferðaþjónustu. Nefnum þess eins og stærstu bílaleigur landsins, Höldur bílaleigur Akureyri, þetta með sínar höfuðstöðvar fyrir norðan og einmitt inn í vakarum gæðaumhverfiskerfi ferðaþjónustunnar og meðal dæmi fyrirtæki sem hefur tekið einmitt gæðamál mjög föstum tökum. En svona almennt séð þá myndum við vilja sjá fleiri fyrirtæki bæði á Norðurlandi og annar staðar taka gæðamálin svona sýnilegri tökum getum við sagt. Halldór Aron Bjarnason, upplýsingastjóri hjá Ferðamálastofu, þakka þér fyrir og hérna setjum við punktinn.